Sæl, ég heiti Karolína Stefánsdóttir. Og ég heiti Katrín Helena Jónsdóttir og við komum hingað fyrir hönd umhverfisnefndar Listaháskóla Íslands. Aðildi fyrir Listaháskóla Íslands skiptir okkur sköpum að því að við viljum auka þverfaglegt samtal. Ekki bara innan lista- og menningarstofnana eða listageirans eins og Háskóli Íslands heldur viljum við stækka kúlun okkar, efla okkur til þess að verða sjálfbærari stofnun og auka samfélagslega ábyrgð og sjálfbærni í kennslu og kennsluháttum. Ég heiti Kristján Gæði Börges og ég sótt að fá að vera með í aðildahópnum vegna þess að þar kynnist maður ekki bara þeim fyrirtækjum á Íslandi sem hafa mestan áhuga á að hafa góð samfélagsáhrif, heldur líka þeim einstaklingum innan fyrirtækjana sem ætla að leggja sér mörkum. Núna áratugur aðgerða í loftslagsmálunum. Við þurfum öll að vinna saman. Krafturinn í einkaframtakinu verður að nýtast til þess að við náum árangri og í því eru líka ótrúlega tækifæri fyrir okkur öll. Mér langar svolítið að taka þátt í umræðinu það með okkar bestu fyrirtækjum og klárasta fólkinu á Íslandi. Ég heiti Ragnar Sara Jónsdóttir og ég stofnandi Fólk Reykjavík. Fólk hönnunarfyrirtæki sem vinnur að vöruþróun, hönnun og framleiðslu og sölu á íslenskum hönnunarvörum. Við leggjum mikla áherslu og höfum frá upphafi lagt áherslu á sjálfbærni og hringrás í okkar verkefni og það að byggja upp þekkingu á þessu sviði. Það sem ég hlakka mest til að fá að starfa með festu og að vera aðildi að stuðla að aukinni þekkingaruppbyggingu í samstarfi við þá sem eru í samtökunum og að deila því sem við höfum nú þegar byggt upp á þessu sviði. Halló, ég heiti Björk Vilhelmsdóttir. Ég frá Tækifærinu sem ný nálgun í starfsþjálfun fyrir ungt fólk þar sem sjálfbærni höfð að leiðarljósi. Með aðildi að festu mun tækifærið eflast og velferðin verða sjálfbærari. Ekki veitir af. Við þurfum öll að taka þátt í samfélaginu. Ég heiti Konráð og ég kem frá sprotafyrirtækinu EINum sem stofnaði hérna í Háskólanum í Reykjavík árið 2015. Við höfum verið að þróa hugbúnaðarlausn fyrir hleðslustöðvar rafbíla. Við sjáum mikið tækifæri í því að vera aðildi að festu. Hlynur heiti ég og tala fyrir hönd verkefnis Humble en við erum lausn sem vinnur á því að minnka matasóun bæði með miðlægu uppvinnslu eldhúsi sem og smáforriti en við sóttum aðildi til þess að tengjast öðrum sambarlegum verkefnum og fyrirtækjum og fá að kynnast þeim og einnig fá að kynna okkur sem verkefni. Hi, my name is Ana Carolina de Matos. I am originally from Brazil and I run the Munisapin Reykjavik 2 Library. We are a non-profit that lets people borrow and share things that they need, but they don't often need to buy them or own them. And we are quite excited to be part of Festa and be selected so we can share the knowledge and the experience that we have into circular economy with the other participants. Ég Kristinn Asplund, kem frá Ankeri Solutions. Við erum að búa til hugbúnaðarlausn fyrir alþjóðlega flutningaskipageirann til að hjálpa eigendum og leigjendum flutningaskipa að finna bestu skipin fyrir flutninga til að lágmarka umhverfisáhrif af flutningunum. Við erum mjög spennt að taka þátt í aðildi. Við viljum vera gott fyrirtæki til framtíðar sem stuðlar að sjálfbæru samfélagi. Ég heiti Stefán Kári Sveinbjörnsson og kem frá fyrirtækinu Greenfo. Það virkilega mikilvægt fyrir nýsköpunum fyrirtæki eins og okkur að fá aðild að vettvangi eins og Festa hjá Festu þá fáum við tækifæri að læra af helstu sérfræðingum og fyrirtækjum á landinu hvað að gera vel og oft líka hvað gengur ekki vel. Vettvangur eins og Festa nauðsynlegur á tíma eins og þessum því að loftslagsáhrif þau verið ekki skipulags fyrirtækja eða landamæri og við erum með svona vettvang þar sem fyrirtæki eru að miðla sínum árangri bara virkilega mikilvægt á tíma eins og þessum. Ég heiti Magna Mannarsdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur og sérfræðingur í jafnréttismálum. Ég heiti Guðjón Bjarnason, arkitekt og myndlistarmaður. Það sem við erum að vinna að verkefni sem lítur að það sem við viljum nefna fagfræðileg sjálfbærni og fellar í raun og veru samræmna, hönnunar, sjálfbærni, fagfræði, mannréttinda, þjóðferðslegar virkni. Við höfum verkefni víða, við erum að vinna að skóla í Delhi. Við erum að vinna að upplýsinga og biðskilti sem víða heim. Við erum að vinna að gera gámahúsa, við erum að gera hakamshúsa í Nairobi og svo gerð borgarakorts til aukinnar lýðheilsu og hagnæmi. Og ávinningurinn af því að vera aðildi finnst okkur að hafa aðgang að þekkingarsamfélaginu og maður manns gaman og hlaupið til að hitta til þetta.